Jæja Þorsteinn, 24 tímar í leik. Hvernig líður þjálfaranum fyrir 32 liða úrslit í meistaradeild Evrópu? Mjög vel, bara tillökkun og spenna í bland og mér líst bara vel á hann leik og við erum bara förum inn í hann full bjartsýni og við stefnum á bara að komast áfram í semi. Hver staðan á mannskapnum hjá okkur? Hún svona ágætt bara, við erum svona að fá leikmennin. Selma náttúrulega ekki með í síðasta leik, tókum ekki séns með hana, hún verður klára morgun, Hildur verður klára morgun líka, þannig að við erum bara með alla leikmenn klára fyrir leikina morgun. Hvernig myndir þú meta andstæðinginn, Sparta Prag frá Tékklandi? Þetta fínt fótboltalið og hávaxið lið, líkamlega sterkt og spilar svolítið svona kröftuga fótbolta. Og þetta verður mjög áhugaverð rimma og Tékkum hefur gengið bara þokkalega vel í meistaradeildinni undanfarin ár og þetta erfiður andstæðingur en ég held að við eigum ágætis möguleika. Hafið þið fengið nóg miklar upplýsingar liðið? Já, við hefum fengið alveg fengið nóg, þannig að við hefum séð síðustu 2 leiki hjá þeim og verið svona eitthvað svona garfi því að komast í skila til stefnana, þannig að ég held að við séum bara ágætlega undirbúin. Hvernig taktík ætlar að leggja upp gegn þeim? Spila til sigurs bara. Spila til sigurs, það ekki bara mjög góð svona lokaorð? Ég held að, eins og ég segi, við eigum möguleika en við þurfum að spila vel, aga skipulega og sækja á veikleikana hjá þess að við vera að reyna að finna og ég hef trú að við erum eftir að koma með svolítið óvart morgun. Takk kærlega og við munum að sjálfsögðu vera í stúkunni og hvetja ykkur til sigurs. Takk fyrir, takk. Jæja, fjórðasæla, hvernig líður þér svona einu sólarhring fyrir Evrópukeppni meistaraliða? Bara vel sko, við horfum á þetta bara sem næsta leik, við erum ekkert að pæla eitthvað djúpt í þetta. Hafið þið skoðað Sparta Prag? Já, Steini og Óli eru búin að stúdera þær út og inn, þannig að við veitum alveg slatta þær. En hvernig svona staðan á sjálfið? Nú erum við átt við meiðsla að stríða, en ert að skríða saman? Ég bara öll að koma til, ekki bara að segja það. Hvað svona munurinn á því að spila í Evrópukeppni og svo svona venjulega deildarleiki? Það náttúrulega bara að herra tempó og það náttúrulega meira undir. Ertu með einhver skilaboð til Blika fyrir leikin á morgun? Ég vil bara sjá fulla stúku, allir Blikar að mæta völlin, hafið ekkert betra að gera. Allir að mæta, fjórðasæla. Bara gangið vel á leiknum á morgun. Jæja, Sonja Lára, stór dagur á morgun, Evrópukeppni. Hvernig líður þér? Mér líður bara mjög vel. Hvernig leik áttu von á? Ég held að þetta verði jafn og jafnleikur milli tveggja góðra liða. Það eru með hörkulið, en við erum mjög spenntar og okkur hlakka til. Hver munurinn að spila í svona Evrópukeppni og svo bara hefðbundna leiki hér í deild og bikar? Þetta náttúrulega bara fótboltaleikur eins og allir aðrir leikir. En við erum að mæta nýju liði sem við ekki spilum áður, þannig að maður þarf kannski að kynna sér andstæðingana aðeins betur og svona leggjast aðeins meiri yfir liði sem við erum bara að mæta og við erum að gera það. Hvað þurfum við að leggja áherslu á til að knýja fram sigur? Bara þéttan og góðan varnarleik og klára sóknirnar okkar. Ertu með skilaboð til áhorfenda? Bara fá sem flesta í stúkuna og mæta öllin og okkur hlakka til að sjá okkur. Bara, eins og segja, Ameríku breykalegg, Sonja Lára og við munum styðja ykkur í stúkunni. Takk fyrir.